Jæja, þá erum við komin aftur með liðin FFA sem sagt Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi. Ég náðu þessu loksins! Loksins! Ég er svo stoltur af þér. Takk! Á móti MK Menntaskólanum við Kambrahlíð. Kambrahlíð. Ég veit það ekki. Þetta... Ég elska hvað þú tókst þessu alvarlega. En já, þessi tölið eru í ágætum málum í deildinni. Kannski ekki bestu, en samt í ágætum málum. Já, Janna, Lissandra, Irelia og Kalista Væ og... Er einhver texti, Jilli og Kví, eða Kvutt. Nei, engin texti. Ah. Það er bara, sko, eftir að FSN gerði þetta, Gerði hvað? þá, hérna, er þetta öfugt? Nei, þetta er ekkert öfugt. Hvað er öfugt? Hvað? Ekki, hvað er þetta að tala um? Hvað er öfugt? Þú ert öfugur. Hvað var ég að segja? Andskotin. Ekki. Skammast þín. Hérna, Hvað er í gangi á þér? ég veit það ekki. Allt gott að frétta. En já, Ó, Janna, þetta- Lissandra, Irelia, Kalista Væ og Thresh. Bönnið. Þetta er vitlistöður. MK er blue. Það stendur nefnilega í botninum FFA vs MK. Það var vitlist. Nei, dammit. Ég held að ég hefði náð þessu rétt. En nei, ekki FNVF, FFA. Já. Sko, FNVF og FFA er svo líkt að það er svo óþægilegt. Þú er svo klikkaður, sko. En FFA er núna að taka 2 leiki í röð. Það er 1 núna og 1 klukkan 10. Já, í kringum 10. Já, rúmlega tæplega. Já, það byrj kannski. Það verða allt eftir hvað þessi verður fljótur. Já. Og það er aldrei að vita nema þessi verði 1,5 klukkutími að endalausu fjöri. Heldur betur. Tiger Rules. Hvað er ég? Hvað er ég að gera? Allana, gleymi ég að setja upp, nei, ég myndi eftir, yes. Við erum að tala um Janna, Lissandra, Irelia. Fín bönn, ágætt bönn, standard bönn. Já, svo. Það er virkilega langt síðan ég hef séð það. Með Riven. Ha? Vá hvað þetta verður ekki tanki í liðið þeim. En þeir verða með skaða. Já, Young Voldemort á Vayne líka. En á mótið þeim er Morgana, Ljóna, önnur Morgana mittmögulega og Korki. Það er rosalegt. Og Tröndul, hvað er í gangi í þessu Champions-elegt? Þessi, Ég er eiginlega bara pínu lost. hvað? Er það ekki bara einhverjir 15 champions sem má velja úr? Þetta eru, já náttúrulega, þetta er einhver LCS strat sem við vitum ekki af. Þetta er eitthvað... Heimerdinger! Ok, við ætlum að stoppa strímið. Við ætlum að stoppa strímið núna. Það er svo mikill placeholder, ég trúi þessu bara ekki. Ok, Annie er... Það er hægt að treysta á Annie. Það er alltaf mikilvægast. Ég veit ekki, sko. En já, Annie hefur verið aðeins að sjá dagspyrturna í supportstöðinni aftur. En Dongerinn
Ég heit ekki alveg með dongarinn, sko. Hvað segirðu kallið minn? Ég þurfti að... Ég heit ekki með hennar dongar. Veist ekki með hann dóngar? Okkur ekki? Ég held að, sko... Hefurðu séð öll, törretta, myndið hans? Holy Sko. balls, holy Cloud9 balls. Ég er bara horfðlaus. Þetta verður ógeðslega gaman. Ef þið taka sér þennan tjókað líka, Oh my god. It's gonna be amazing. Amazing. Þvílíkur dagur sem við erum búin að hafa núna. Á svona glænýju ísköldu Coke Light. Og ekki dæma mig, Coke Light af því ég drakk svo mikið af þessu, Coke Light sykurlaust, ég vil ekki fitna. Meira, þarf að segja. Maður þarf að, sko, ef maður ætlar að vera kaster, þá þarf maður að halda sér í góðu, maður þarf að lúpa hálsinn vel og kók með sykri festið svo mikið innan á hálsinum. Já. Heldur betur. Í alvöru, það þarf bráðum að fara að borga mér frá öllum þessum fyrirtækjum sem ég hef búin að vera að sjá, bara, Að senda rík. oh, sorry, that's my HTC phone. Þetta var mesta product placement í heimi, sko. Þetta var æðislega. En samt, dongarinn, TP Smite. Oh my god! Hann er með teleport og smite. Oh, já, já. Mér hlakkar svo til. Núna er þetta 2 leikir í röðu. Mér hlakkar svo til. Þetta er svörtu strikinn. Já, ég er búinn að því. En þessi 2 leikir núna, Poppy fyrst, og síðan TP Smite dongar, og tjókað, Trundle, Yasuo, ég veit ekki, sko. Ég hef samt ekki séð Riven í competitive play í, sko, Nei, reyndar ótrúlega ekki. langa tíma. Spurning hvort við sjáum Ward, Hitbox, draslið. Já, herruðu, hvað er það? Það er rugl. Það er það sem það er. Já, meinar. Nei, ég hef bara aldrei séð myndband af því. Hefur ekki séð það? Nei, er það svo að hann er í 3. kastinu. Já, þannig að þú ert í 3. kastinu í loftinu, ert að fara áfram og Wardar bak við þig og þá snýrðu við, þannig að hitboxin fer í þá átt og þú getur stoppað Lee Sin sem er að nota resonating strike á þig. Þannig að þú tekur ekki damage frá því og hann Boxbox tók eitthvað play í sólugjöfum daginn og bjargaði sér þannig. What the fuck? Það er alveg geð... Þú veist... insane. Versló er betur en Challenger, segir Vanillís. En segðu mér fyrst að við erum að bíða hérna, hvað er uppáhalds kartöfluflugurnar þínar? Og Pringles telst sem kartöfluflugur? Teljast maísflugur sem kartöfluflugur. Já, ok. Hvað er uppáhalds flugurnar þínar? Flugur eða flugur? Flögur, skammast því. Snakkiði, uppáhalds snakkiði. Snakk eða nafst? Ég myrði þig. Svart Doritos. Svart Doritos, ok. Hefurðu prófað hérna kettle chips? Já. Það kemur fyrir að maður leiður sér. Nei, þetta má ekki. Það var ekki á strími. Sea salt og crushed pepper. Freka gott. Þetta má ekki. Má Hvað? ekki tísa mann svona. Áhverju ekki? Mér langar í eitthvað. Mér langar í eitthvað að drekka en ég rættur með hell aftur við lyklaborðið. Hafðu það í flösku? Ég nenni ekki að það var 2 litra flösku fyrir framan andlitið á mér. Heldu úr stóru flöskunni í litlu flöskuna?
Akkur ertu alltaf að reyna að gera allt einfalt? Ég veit það ekki. Það er að veit alveg minna. Það er svona fólk. Hvor var Blue Side? MK. Já, þá gerði ég þetta rétt. Og full skinnað. Já. Við erum með Battle Burning Riven, Heartseeker Vayne, Project Yasuo, Snowmerdinger, my favorite, Anir Wonderland, Gentleman Cho'Gath, mjög gott líka, Constable Trundle, eitt af skemmtilegustu nýjaskinunum, Red Baron Corki, Way Old, Iron Solar Leona og Tiger Rules ætti að skamma sín. Og Vantar 1 skinn. Já, Það vantar. Og hann hefði hann spilað rangt og náði upp í gold, hefði hann fengið skinn á Morgana. Nei, ég skil það að sumir nenni ekki að komast upp í gold. Og aðrir geta það ekki. Þannig að you go, við vortikaði þetta bara og náðu þér upp í Challenger á því að taka AP Lee Song. Já. Eiksson spyr, varstu ekki að tala um að kasterar þurfa að vera fit í ástafa lás? Það er nefnilega, málið er með þessar kartöfluflugur er að þær eru náttúrulegar og hollar. Náttúrulegar kartöfluflugur? Já, þetta eru sem sagt kartöflur sem eru skornar niður. Og síðan, þetta eru handbakaðar, já, ingredients, potatoes, sunflower oil og síðan bara sjávarsalt, svartur pipar og krydd. Já. Þannig að það er alls ekki mikið aukefnin í þessu. Fáum við annan pause, en gaman. Sýlít fjör. Ég tala aðeins nær mæknum og aðeins læra. Ok, taka hann upp. Svona mun ég að rekorda einn daginn. Það sem við ætlum að gera í dag er að fylgjast með þessum League of Legends leik. Ekki svona útvarpsþættir 3 á nóttu. Það er bara aðeins svona. Nei, við þurfum að búa til ASMR myndband. Já, Up you go. Sérðu hvaða dongerinn er aggressiv, maður? Nei. Annað pause. Þetta held ég að vera skemmtilegasti leikur kvöld. Það eru kannski fleiri sem eru, þú veist, merkilegri, kannski, með, þú veist, meira spennandi eða eitthvað þannig. En, ég held að þessi verið skemmtilegastur. Ég freka við svona. Og ég er alveg til í einn mjög skemmtilegan leik. Já, ég meina, liðið hjá MK lítur mjög spennandi út með Annie, Donger, Yasuo, Vayne og Riven. Og síðan hjá Appa, Cho'Gath, Trundle, Morgana, Leona, Corki. Ó nei, ég þarf að kaupa mér ný heyrnartól. Sullaður yfir þig. Nei, hljóðið var að detta út úr hægri. Hvað þetta var óþægilegt. Það er ekki heyrnartól einhvers. Þannig að hljóðu heyrnartólinu bara eitthvað fór úr hægri. Og þetta var með óþægilegt. Það var svona eins og ég hafi fengið geðið mikla hellu á hægri eyranu. Skrítið. En gaman. Nei. Það fjör. Hanna. Það kom aftur inn. Já, Cho'Gath er að átfarma alla. Já. Nei, hann er bókstaflega infinite % á undan öllum. En gaman. Svona getur margt skemmtilegt gerst í League of Legends. Döðu mínar og herrar. Vanilui spyr, eru þetta Beats heyrnartól? Þetta eru ekki Beats eftir Dre. Þetta eru
Sennheiser Geformi eða Game. For me. Já, ég veit ekki hvort það er. G for me. Það er sem sagt ástæðan af hverju ég keypti þessa Audio-Technica AT2020 elsku Æ, byrja það. er af því að mækin, nei þetta er mjög stutt, er ástæðan af því að mækin á heyrnartólunum var bara eitthvað Þessi mæk var nákvæmlega svoleiðis rétt núna. það er, Þegar þú varst að gera hljóðin sem sagt. já, ég var að gera hljóðum með munnunum og það er ástæðan af hverju hann hljómaði ákveðum við almatur. Ég ætla nú mér eitthvað að drekka. Já, Ég stað að pása. hver notar Beats? Beats eru overpriced rugl. Þú veist, ok, sure, borgaðu 20 skall fyrir allt of bassabústað. Náttúrulega bara persónulega finnst mér að vera rusl. En ég veit að það eru margir að núti sem að eru bara eitthvað oh my god, nýju Beats eftir Dre. Það fólk má eiga sína skoðun. En það er unpausað. Vonandi endist þetta eitthvað. Sósa salat. Wardar. Þannig að hann lappar. Heimdallur fer til hérna Suicidal Wasdog. Nei, svo unpausaði bara. Hvað sagðirðu? Ég segi bara allt fínt en þú. Ég sé allt ágætt. Ég náði mér aðeins meira kók til að hella yfir lyklaborðið mitt. Þú er góður. Já. Við erum Satus og Poro. Sittandi saman hjá Red Buffinu. Sagði Nei, hann reyla bara framhjá. Já, það er rétt í Fokafór. Úr í af Æ. En þeir eru leiðin í counterjunglið. Er þetta að fara að vera trapp hér eða? Hvar? Level 1 Já, Signanigans? þannig að botlíninu. Já. Any Warline. Og hljóðið í Red Baron Corki er svo yndislegt. En hvað er hann að gera? Ég veit það ekki. Þetta er... Þessi leikur verður frábær. Hætjá! Af því að það er allir með eins og Protest Yasuo er með öðruvísi hljóð. Suicidal Watchdog er bara eitthvað geðveikt manly man. Og Seifur hljómar eins og robot. Já, Plastic Særðu! En Tiger Rose með health potion Ballsy play í miðjunni og pása. Þetta úr dauður. Ha? Svo Poros hótar að drepa Vú. Heimdallur spyr þetta farin myndavél. Woo issue at the moment. Já. Já, það meikar kannski sens. Af því að hann stóð bara þarna. Já. Já. En gaman. Já, veistu Já. það. Næsta leikum alveg. Vonandi verið þessi búinn. Í tíma fyrir næsta. En FFA er hvað sem er að spila, þannig að breytir litlu. Nei! Bósi komin aftur. Þannig að Harry og Voldemort núna level 2 á undan. Og sjáum Harassy hjá Seifi er að kominum í mikið farmlít hérna bara strax á 3. mínútu. Já. 15-5. Hann alltaf tók 2 táarskot. Sjáðu Og hvað sós og salat er. Venusa tók náttúrulega Red Buffin hans. Já. En hann fer bara að tekur úlfana. Og Harry mættur. Ætli þeir reyna að fara eitthvað skemmtilegt.
Hann reyna alltaf ekki með stönn. Æ. En nær einhverju smá skada. Er hann fastur? Heimdallur þarna. Já, hann bara... First blood. Nei, líka í botninu. Sérðu? Voldemort. Young Voldemort. Bakkar Vúvú. Er hann í vandræðum? Enzo Búró. Það er svo langt í stönni hjá honum. Fyrir aftur inn á Voldemort, Ignite kemur út. Hann hílar en Harry er mættur með stönnið flassinn og svo Búró. Ignite tekur hann. Þetta er ekki live. Hvað ertu að gera? Ég var að reyna að horfa á hluti. Hérna er hann ennþá lifandi, ok. Við getum hortað þetta. Vel spila hjá Harra. En strax á eftir action á botlininu. Hann. Og aftur upp á topplane. Það er alltaf að gera, þú ert að missa svo miklu með því að spara tilbaka. Einmitt ástæðan fyrir því að maður á ekki að gera það. Stundum virkar það. Að mínu mati. Breyta röðinni niðri, já tjá. Segir 1, 2, 3 ár. Ég er búinn að því. Mjög skemmtileg toplane. Heimdallur fyrir inn á Varstokk átt of mana en hann nokkar honum upp. Hann nær nokkuð um... Ói! Nei! Spikes! Og teleporti kemur topp hérna. Svo Salat kemur á flegiferð. Ætla hann... Nei! Hann hittir ekki! Smæti kemur út. Hann hittir ekki neinu. Æ. Næ. En á meðan er Venus að... á leiðinni bóða, en... Vorðið spottar hann og hann á hver að klíra það á baka. Það var engin vörð. Ó. Þeir pinguðu bara á... Já, þeir eru að pinga á vorðin. Kemur í bak. Og aftur á topplíninu. Heimdallur tekur út Suicidal Watchdog. Það er alltaf að gera þetta topp. Svo Búró kemst inn á Harra. Lokkar honum upp. Harry í vandræðum. Stönnu er of seint á ferðinni. Tækurúls í smáveginn á millinu með out of mana og... Já, en... Það ekki að farma vel á segir hann place the wind þegar hann kastar windwall. Venusat kemur hérna að seifi. Seifur er ennþá með öltið sitt. Nær hann 2 manna ultimati. Nei! Ölt! Bændið kemur í veg frá getur. Já, ég held hann hafi verið bara eitthvað að spamma R-takan. Ölt! Nei! Þetta gerir stjómanni. Já, það er svolítið byrjandi. En það var mér eiginlega bara svolítið bad. Já, er það? Já, af því að hann alltaf... Ég Seifur kannski bara lélegur. Það gæti verið. Bam, bam, brrrr. Já, það eru þín orð, ekki mín. Nei, Rassi hjá Watchdog. Já, en Heimdallur er að fara inn á hann. Er Heimdallur með eltið? Heimdallur er með eltið. En hann nommar hann og nær að inputta auto-attack animationi áður en hann flassar. Þannig að auto-attacki fylgjur honum. Suicidal Watchdog með Blasting Wand. Ég held samt að Yasuo sé að segja... Dovahkiin. Face the wind, já. Face the wind, já, það... En það er náttúrulega, place the wind meikar alveg sense, af því hann er að búa til, þú veist. Já, ég veit ekki. Mér finnst alveg ótrúlegt að Soso Salat sé lifandi í junglinu. Hann er með törrið sem að tanka fyrir sig. Hvað er þetta? Já, hann er samt alveg að... Oh my god, ég var að færa glasið mitt. Sko, láttu það bara í friði. Nei, ég er að henda músin yfir á lyklaborðið til þess að allt tappa. Já. Glasið er svona frekar hátt og í miðri leiðinni. Ertu að færa músina yfir? Nei, ég er að fara höndina yfir á lyklaborðið til að gera allt tap. Og glasið... Gerur það með hægri hendi? Vinstri hendi.
Vinstri hönd, ég halla mér aftur í sætinu og sit bara á bíð. En Heimdallur? Vá maður, hann étur hann. Veitu, ég skil ekki, ertu þá með músuna þín á vinstri hendi? Ég er ekki með hendurna á neinu. Og þá notar þú vinstri hendi bæði á músina og á lyklaborðið? Hvernig er ég að nota vinstri hendurna á músina? Ég veit það ekki, ég skil ekki hvernig feldur næstu í glasið þegar þú varst að breyta... Glasið mitt er beint fyrir fram mig, undir mæknum mínum og fyrir fram með lyklaborðið. Ok. Ég skil. Ok. Seifur kom með 78. Ég held við ættum ekki að fara í gegnum það fættur. Gleymum þessu bara. Gleymum þessu bara. Nei, ég skildi hvað þú varst að meina. Ok. Sérðu hvað Sós og Salat er að gera? Og... Blett. Hello, I am Heimerdinger. Dongarinn að koma sterkur út. Segir hann. Og nokkar hann með mig. Hann segir hann bara annað á milli þegar við erum að spekta hann sagði up you go á hann hérna. Já, hann er með fleiri en eitt voice fyrir þetta sko. Já, en ég meina að random generators hjá okkur bara það er skemmtilegt. En samt Vorpal Spikes er ekki 100 magic damage hjá honum. Já. Og fyrsti dreki. Tipper sagði hann á vegginn. Ha? Ég veit ekki, ég mista. Hérna kemur teleportið. Þeir náður að króa af. Vúvú. Vúvú er í vandræðum. Hann er ekki... Það er allt í lagi. Hann er ekki að fara að komast út úr þessu. Nei, hann að koma út og takkið og eldan. En á meðan er Suicidal Watchdog bara að þrýsta Heimdalli svo mikið upp á távernum. Rikki á hann. Ég skil ekki. Sapporo er hérna í smá vandræðum þar sem að herra Project Yasuo kemur í bakaliðinni og er að fara að redda sér einu góðu stykki. Kill. Unstoppable. Nei, hann er ekkert unstoppable, þetta var fyrsta killin hans. 5-5. Fyrsti távarinn, 8 távar. Nice. Það bil 1,5k undan. Nice. Veggurinn segir í chattinu, ég fann ekki fyrir neinum tippers. En Venusat stönnaður í vegginn af Voldemort. Hann pleysaði windin ekki alveg á réttum stað. En hann lifir af Voldemort átrattakar táurinn en ekki Vúvú. Hann nægir honum samt. Shit. Hvaða gífulegu play er þetta maður? Er ég á undan þér? Nei. Ég bara var orðlaus. Ég var að save. En nær hann að Stönna hann. Creeps. Æi. Og hann tóndar hann. Nær honum. Hann er með Ignite á Leonum. The sweet smell of science. Bla. Þetta var ekki alveg meint jafn mikið bla og ég held að þetta er. Ég held að það myndi bara huga. Það sem að ég gerir stundum er að ég býð og síðan droppa ég bara tippers. Til að secura? Já. Eða flöpp, eins og í bókinni þinni. Já, þetta var bara önnur leið til þess að segja flöpp. Ég skil. 1001 leið til þess að segja flöpp. Inniheldur líka flöpp. Þá ertu með meiri NASA hérna framborning á F-inu. Flöpp. Þá svona þrýstur þig fram meira. Já. Kappa. Já. Suicidal Watchdog hérna. Alveg að eyðileggja Heimdall. Heimdallur er 1-3, Suicidal Watchdog 3-1. Enginn búinn að kíkja heimsókn í toppleinin til þess að reyna að hjálpa aumingja Heimdalli. Venusat hins vegar kemur hérna frá hliðinni, hleypur í áttina að seifi. Komin í heimsókn. Ekki nógu fljótur samt, en Leona.
komið með Halló. Flott keila hjá Venusar. Hérna kemur Vú, samt. En hvar er Young Voldemort? Hérna kemur hann. Hérna kemur hann til þess að bjarga öllu. Nei, ekki í stönninu. Young Voldemort eins og nær að dodsa. Og svo Boro. Fórnar sér fyrir liðið. Blokkar það alveg gjörsamlega. Hvar var hins vegar stönn? Já, hann var... Hvað uppgreitaði hann? Og hann uppgreitaði örugglega áðan. Já, hann uppgreitaði hann. Nei. Það var eitthvað annað. Ég hef mist allt. Já, ég tók ekki eftir því, sko. En Young Voldemort 6-1. 14. mínútur. 6-1 er samt ekki gífurlega Aha. langt á undan Vúvú í gulli. Nei. Og eindalli fyrir hann á Westbrook yfir mættur í gangi. Svo þetta varst á gæti verið í vandræðum. Ó nei. En Ó nei. Ó nei. krittar alveg upp á 157 á hann. Æ. Sko, Yasuo er broken champ. Af því að þú veist, hann þarf 2 item og þá er hann komin upp í yfir 90% crit rate. En hvað var það samt sem að lét hann bara ekki sjá? Þetta er FFA sem MK er að spila á móti. Þú ert með vitlaust á streaminu. Skrifa ég FNVF? Já. Nei! Dæfi hjá save á Venusar. Gjörsamlega rúst, en hér kemur Suicide Vostok bara ekki í. Og engageið inn á Soboro og Harra. Harry droppar að, en Voldemort nær hann að kæta þetta byrtu. Það slæfur bara. Vú með flassið. Svo salat mættur. Og það var törrett en þeir haldi ekki áfram. The sweet smell of science. En já, eins og ég var að segja, hvað var það sem var að velda því að Yasuo hætti bara að sjá? Var hann nerfaður eða eitthvað? Ég veit. Já, Infinity var náttúrulega nerfað. Já, alveg rétt. Þannig að indirect nerf. Já. Hörsanlega eyðilagan. Heimdallur lendir í exhaustinu. Gott flash djúk yfir. hérna. Fínt outplay hérna. Watchdog. Rapture rétt nær hann ekki. Heimdallur er samt að leika sér eldinum hérna með því að vera svona nálægt honum. En, skaðinn hjá honum. Og svo Salat kemur að stela drekanum. Labbarinn og smæta. Það er ekki mikið meira. Hæjam Harry geti verið í svolítið miklu vandræðum hérna. Heimdallur úttar en Hvað ætlaði hann Watchdog byrja eftir? hann á hann og fýst hann. Oh boy. Nær að nokka upp Young Voldemort hérna og Seifur er að taka smá damage en Suicide Vostok er 1. Auto-attackið fylgir honum. Silver boss. Bla. Ná hérna bottom lane tower. Seifur fer í followið. Venusat stendur vel fyrir framan er. Silver boss hjá Young Voldemort eftir flassið. Auto-attackin eru svo sterk af því að, sko, sérstaklega reyns auto-attack af því að þú leiður búin að setja inputið að stað það ert ekki að fara að stoppa það, jafnvel þá hann flassir út. Já, einmitt. Nema á hlutum eins og Jinx Rocket. Það er alveg, gerist að þá bara cancelast auto-attackið eða damageið sem er kjaftaði. Blue buff á safe, veit ekki alveg en ok. Þeir ætla að gera þetta mjög safe. Þú ert ágætur. Herðu, hérna varstu búinn að sjá, tókstu eftir því þegar að, ég man ekki nákvæmlega hvaða prísjóð það var. En hérna, sem sagt, Shocks er bara eitthvað,
að vera BRS. Engagerinn. Vá! Það var flott damage og svo Puro og Tiger Roll. Og okkar Rockets lenda ekki á neinum. Vá, hvað eru samt cool. Þetta voru flotta Rockets, hann má ég það. Suicide og Vostok gæti verið í smá vandræðum hérna. Stunny kemur út, hann er fastur alveg. Þeir eru bara að taka hver á eftir öðrum maður. Reynir sitt besta með fosforusbánum að halda þeim eitthvað frá en hann alltaf, Dongurinn getur bara placað towers til þess að hjálpa þeim að taka niður towerana einn eftir einum. Nei, núna rotateið topp. Já, sko. Já. Nei, ok, eða ekki. Eða ekki. Þeir heyrið ekki í þér. Þú veist að hrópa herra. Er ég til í að sína góldið þeirra? Þetta eru góldið þeirra. Shogat 6500, Trundle 5600, Morgana 5500, Corki 5900, 5800. Hérna... Já, Gull lítið er aðalega í Save og Young Voldemort. Já. Syngið er svolítið mikið. Maðurinn er, þú veist, 3000 gullum, eða 2500 gullum á undan Corki. Og með 913. Nei! Wow! Þú getur ítt á C og sé bara eitthvað, hei, hann er með, þú veist, 10 HP er ekki enn per fær. Vissirðu það ekki? Nei. Kallið minn. Þú fiktar ekki nóg. Og A gerir þennan gífurlega flotta skjá sem ég gleymi alltaf að nota. En það er fætt að byrja, þannig að... Það er ekki út í hennu. Veggurinn gefur upp en... Veggurinn var ekki alveg nógu vel situated en Young Voldemort dodgar út úr ljónaeltinu. En hérna kemur baka hliðin. Tiger Rolls sprengdur af einum góðum Donger. Nær hann save? Já. En er hann að fara að sleppa? Það er spurningin. Hæam Harry er með... Já. Harry, tekur hann. Hann þurfti náttúrulega að stoppa til þess að hérna, snúa sig við. Tekur hann með Incinerate. Incinerate, mate. Náðu þeir Baron. Hérna kemur Heimdallur bakveð. Saver BM í chatinu. Þetta er free win. Surrenderiði bara. Ei. Það er að reporta menn þegar þeir gera svona. Ég reportu þá til skrifstofu Hjaltós. Já. Sem er skrifstofu Hjaltós at 3dprentarafax.com. Nei, at 3dprentari.fax. Já, alveg rétt, ég er glæst. Sjáu þessa Siege Minions maður. Er þetta 5 manna gangið á Social Salad? Hann mun geta 1v5 á auðveldlega. Já, ef hann uppgreitar tower hjá sér. Já, semst, Þessi tower gerir svo allt of mikinn skaða en hérna kemur Supporra á hliðinni. Spurning hvort að Harry og Social Salad vita af hann. Læna sér upp inn þeir unni vort. En Harry og Social Salad er ekkert að bakka út úr þessu. Þeir eru ekki hræddir við þá. Hann er með stun og stun tippers og hann er með fullt af turnum. Ég held að það er ekki til þess að vera hættu við það meðan Saber og Heimdallur eru að frontora þetta algjörlega leið og hann fer af stað. En hann er lokkaður undir tower. Social Salad og Harry, núna verða þeir pússu bottið. Sjáu þið hvernig þeir splittað. Skiptir ekki málið þótt að deyna þeir. Alltaf halda áfram á bottin út af því að Saber og Heimdallur beituð á inn á mitt. Nom. Sjáðu þetta ward coverage hjá MK. Gnui, tippers og vú. Gjörsamlega lætur hann hörfa. Svolítið gott ward coverage.
á móti ekkert svo góður Volkerits. Æla, nákvæmlega. Dragon númer 3 mættir í hús movement speedið, mikilvægasti parturinn. En núna þeir eru 3 á móti 4. What? En FFA er ekki að leggja í þetta. Nei. Mér þykir það örlítið einkennilegt. En nú er Suicidal Watchdog í bobba. Nei, plassar yfir. Farinn. Það er að eyða tíma hjá þeim, en hann er ekki að fara að Hættið að elta mig. Hættið að elta mig, strákar. 144 kritti. Strákar, hættið að elta mig. Hindarnir ekki alveg að sekjúra. Nei, nú stendur bara Kill líka. Hann bara eitthvað, ég er döður. Hann samtíkti það. Já. Hann sagði já. Líkamanns var tilbúin. Ok. Þetta var alveg óvart. Núna, toppatáðurinn. Æja. Já. Þetta er búið að vera, sko. Það er ekkert við þannig leik sem er eitthvað professional. The three turret with an option of the fourth. Fallastipið! Oh my lord! En, Sástu umferðakeiluna? já, Soso Salad Lokaði hann upp í vegginn. Soso Salad var ekki nógu fljótur til að, ná honum. Suicidal Watchdog núna í vandræðum. En Heimdallur lifir, hann lifir fýstið af. Það er lame. Ég vildi segja hann vera étinn. En true damage hjá Young Voldemort er einum of mikið. Já. Það er alltaf, hann er allt of fett, hann er 11-2. Eru einpæling, fyrst við erum að þýða damage yfir á íslensku. Skaða, já. Já. Ef að þýða true damage yfir á sannarskaða. Hann er með rosalega mikinn sannur skaði sem er að koma út hjá þessum herramanni. Hann alltaf... Eins og sannskaða passu við hjá Irelju. Nei, Nei, við gerum þetta ekki alltaf. það er ekki alveg nógu gott. Það er hlutur, en það er ekki nógu gott. Það er margt sem við gerum ekki allt. Ja, margt sem við gerum, en þetta gerum við ekki. Hæjam, Harry. Sapporo í vandræðum. Fer aðeins og hafa hann, lið hans kemur ekki á eftir honum. Seifur flassar inn á væn... Já. Og nær hann góður. Hittir ekki nokkur vinnu. Þetta er niður vindinn, Soso Salad hérna, tankar táar eins og enginn sem er umgjörðan en Young Voldemort kemur inn frá hliðinni, Tychurus nær öllin yfir á Young Voldemort og Soso Salad. Nær annað drepa... Nei, Soso Salad lifir rétt svo. Hann lappaði hins vegar í turretin hinum minn og var rosalega nálægt í að deyja. Nániður táar og inhibitor er líklegast að fara að falla. En á meðan Vuvu er komin upp þannig að hann getur reynt að henda einhverjum missiles í þá en ákveður í staðinn bara leyfa þeim að bakka í friði og halda áfram að pusha. Heimdallur býður eftir honum. 4-1 treytana. Teleportið kemur frá... Soso Salad er 1. Hann er búinn að vera aumingja kallinn. Tim? Where is Tim reported? Já. Ég held að ég er búinn að... Það er spurning, hvenar MK missa sig í tröllleikanum og kastar leiknum? Það geti gerst. Spurning hvort það hafi einhver áhrif á... Nei, það hefur ekki áhrif á úrslit. Það var lokaúrslit. Já. Hann er svo leiðilegur þessi Constable Trundle. Hann er alltaf bara eitthvað Stop in the name of the law. $229-230 farm á Yasuo. Hann er bara eitthvað í topplegin að vera 1. Kemur Tippers niður og Young Voldemort fer á Venusat. Krittið í fyrsta hittunum var eitthvað gefið. Lassina Voldemort. Young Voldemort gæti verið í smá vandræðum með þetta. Tychurus nær rosalega góðu ölti á 3 en ekkert að því gerist. Táurinn hjá dongernum. Sérðu damageinn maður? Hann hafði ekki sjans í allan hennar skaða frá Soso Salad nær ekki animationinu.
Hann er missunni kláraðist ekki. En, já, Æja, ái. klári leikinn úr, nei þið farið bara. Doesn't matter gott Berl. Þeir hlaupa líka, það eru... þeir hafa 20... Nei, ok. Þeir ætla að halda leiknum gangandi. Frí vinnaður. En þau geta unnið bara þarna. En nei, þeir eru BM. BM. Já. En maður veit náttúrulega aldrei hvort þetta hafa verið meiningin eða ekki. Æja, pæling. Kannski vilja það frekar spila safe heldur en missa... eiga sens á að tapa leiknum. En þá var Seifur ekki að gera rétt ákvörðun ef að þeir ætlaði að spila safe. Það er hann að... Ha? Ég skil. Hann hætti bara auto-attacki smásunda því hann gat ekkert klikka neitt. Þannig að Seifur var ekki að spila safe. Nei. Orðar brellinar. Þetta er gaman. Þetta var óvart. Jaha. Ég er ekki að grínast, þetta var óvart. Sjá skaðan hjá Voldemort yfir á Venusar. Tók hann í 3 The basic. time for talk is over. Góðu stönni hérna á 3. Sósó Salat lappar bara hérna. Bra. Wow! What the fuck? Golden Victory Pose af því að þessi skaði var óbærilegur. Bunkerinn með hashtag Micro Rocket. Búfú bara hverfur. Æ, nei, nú eru þeir að bjemma. Og það er góður leikur til. MK á móti MK. F-Vaff-A. Ekki FNVAF, F-Vaffa. Já. Eða býtu. Hvað? Hvað? Þú segir ekkert æ býttu og síðan suspensaru. Hvað er í gangi, maður? Nei, ekkert. Nei, ok. Ég skráði inn vitlaus úrslit í dag. Ó, nei. En það er alveg til að út það var leikur í dag sem var MK á móti FNVAF klukkan 6. Já. En ég skráði það sem MK á móti FFA Já, á breyti. Banner Beast. En það er alveg til að út að MK vann það báða. Já. Og það er hægt að breyta það líka. Já, ég er búinn að laga þetta. Jú. Hörðu, bara þar með- akkurat in time. Og þar með er MK búið að koma sér í 4. sætið með 18 stig, eða 3. sætið jafnt Vaffema Já. 18 stig. Og þá var næsti leikur ME á móti FFA. Og þar getur ME farið og jafnað aftur Vaffema. Vaffema og MK. Já. Það getur komið svona upp. Spennu. Já, acceptaðu. Já, frá Við Eiko erum Bleika. með lobby. Já, við erum konum með lobby. Hello Mr. Eiko Bleiko. Má ég pissa? Er það... Má Nei, það? nei. Þú verður að pissa í glasið þitt. Ó nei. Ég ætla bara að henda þessu svona. Ég skal gera það. Takk fyrir. En, skulum fara yfir stöðuna. Eins og er, þá er MH í 1. sæti með 9 sigra, MA í öðru með 7 sigra, 6 sigra og 2 tapaða með 20 stig. VAF-MA með 5 sigra og 3 tap og FSN, nei, á MK jafnir í 3. með sama skor og VAF-MA. Eitthvað vesen, einhver töf í sem bara slögt. FN vann MK í dag. Ok, ég er algjörlega lost. Ég biðst innilega afsökunar á þessu.
Þetta er lag... Já. Þá eru úrslitin öðruvísi. Þá er MK í fjórða með 15 stig, Vaffa í þriðja með 18, MA í öðru með 21 stig og MH í fyrsta með 30. Ef að ME vinnur þennan leik, þá eru þið búin að jafna sér upp í þriðja sæti með Vaffa. Ég var algjörlega lostan í smártum. Hjalti, þú mættur? Eða ég bara ímynda mér eitthvað. ME banna choke-up. Sáu kannski Watch Dog á choke-up því seinasta leik á móti Heimdalli þar sem hann rústaði á leininu. En banna Nidalee og Urgot og FFA, Ezreal, Irelia og seinasta bannið kemur þetta smá stund. Veit ekki alveg með þetta Urgot bann, höfum ekki séð það á honum en kannski er þetta eitthvað enn eitt stratið sem við höfum ekki hugmynd um. Þau eru leiðinlega mörg. En ef að FNVAF vinnur þennan leik, þá ná þeir að jafna upp í 15 stigin og þá eru 4 lið jöfn fjórða sætið. Ekki Bleiki First Pick Agnar, champion með 100% pick, ban, rate. LeBlanc bannið. Veit ekkert rosalega mikið með LeBlanc, en það sem ég hef ekki séð mikið af henni eftir að hún var nerfið þarna með silenceið. Svo Puro, taka Thresh og Jarvan, solid pick. Við höfum líka séð hann einmitt 100% pick, eða vann, eða hvað. Hjalti, þú getur örugglega sagt mér betur frá því. Það get ég, hvað sérðu, hvað ég segir þér? Jarvan, er hann 100% pick vann? Nei. Hann... Ég mynda mér eitthvað. En, sem sagt, í þeim leikjum sem hann hefur verið pikkaður er hann búinn að vera mjög effektiv. Það er alveg hægt að segja það, þú veist, þá... Hann er með sterkari junglerum bara alltaf. Hörðu, við erum að breyta nöfnunum, þetta er ekki MK. Þetta er... ME og FFA. Þetta er ME. ME. Góður. Takk. Þú ert örugglega svo fyrsti. Mér þykja líklegt. Ó. Ég er búinn að droppa 999 frames. Hvað þýðir það? Hvað ertu eiginlega að gera? Ekki neitt, það er bara 0,22% af öllum frames sem hafa verið sendir út. Það er alltaf mikið, en þú veist... Þú er líka búinn að vera að stríma síðan 2 dagar. Já, það er svo... 3. Já, síðan 3 dag. Fyrra, við getum bara skoðað í gegnum Skype conversationum okkar. Það er svo... Þá strímum við í 3 tíma og núna erum við komin upp í 2 og 12. Og það er leikur eftir. Nei, þetta er seinasti. Já, þessi, 1. Já. Og síðan er það á morgun. Það verður fun. Já. Hvað erum við að tala um á morgun, Sölvi? Geturðu sagt okkur það? Það getur vel verið. Á morgun er ME á móti FNVAF, Borgó, MK, MTR Vaffema, MA, FSN og Borgó á móti FNVAF. Það eru seinustu leikinir. Hljóma spennu. Og hérna, er eitthvað búið að frétta af þessu hérna
er eitthvað að frétta þessu hérna lani sem á að halda eitthvað tímann bráðum? Því miður hef ég ekki heyrt frá þeim síðan þeir voru að reyna að finna húsnæði. Já, Þannig að ég get voða lítið sagt um það. En það eru aðrir aðilar sem að halda þetta LAN og við fáum bara að vera með. já, Og þetta á að vera LAN þar sem að hver sem getur komið, gert hvað sem hann vill. Og og það verður skipulagt dót í gangi. mikið rétt. En leikurinn núna Keil og Rengar. Hei, við erum bara komin í season 3 fyrir utan alltaf Gnar. Já. En þetta er mjög típist. Keil í toppleininu, held ég er ekki viss. Já, nei, þetta er líklega Keil mitt. Já, náttúrulega út af Gnar. Já, Keil í millinu, Dreifin er reyndar, maður sér hann gífulega sjaldan. Kemur fyrir. En síðan Tiger Rules á Ari. Ari einu sinni. Hann hefur pikkað hana mjög mikið og hefur komið vel út. Hún er, myndi ég halda, svona comfort pick. Já, heldur betur. Eða tryhard pick, annarkvort. Já, tryhard pick. Tryhard pick eru alltaf skemmtileg. Það má kannski hins vegar segja á Suicidal Watchdog á Jace í þetta skiptið, þar sem að Cho'Gath var bannaður Sapporo og supportunum sínum Monsieur Thresh. Venus að fær eitt sterkasta junglerinn í leiknum, Jarvan, og Vúvo ákveður að fara á svona aðeins eldri champion, eða svona sem var betri fyrir nokkrum mánuðum. Já. Það er hann Lucian. Hann hefur verið einhver staðar aðeins svo mikið í myrkrunum að hann finnst sjá hann alltaf lítið. Langar að sjá meira á hann, mér finnst það mjög skemmtilegur. Já. Veistu það, sko, mér finnst frábært að fólk hérna ferðist og hérna opni hugan fyrir heiminum og svona. En þú ert að posta því á Facebook 5 heimsálfur á 4 mánuðum, sjáumst í júní. Þú Mér bara sulta. langar líka, ekki gera mér þetta. Þú ert bara mjög sulta, það er þannig. Það er alltaf að vera svoleiðis. Já, ég veit það. Ég er aðeins svo mikið sulta. Og ég er engan veginn tilbúinn fyrir þessa sultu. Ég skil ekki. Þetta er erfitt. Are you ready for this jelly? Na 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 na. Æ. Er það ekki þannig? Nei, jú. Það má alveg. En Keilama til Ari. Ætli þetta verði enn eitt millinni sem verður bara farm og við koma 0-0-0 út á 20. mínútu að gera og fara síðan bara að farma. Fara síðan bara að sýtja. Það gæti gerst. Eða hvernig við ættu þeir að koma út í 1v1? Það er náttúrulega engin skillshots á hérna Kayle. Þannig að, og hún er bara að fara að slappa þig frá langt í burtu á meðan hún hefur ennþá mana fyrir það. Og það er ekki að kúlta þig. Sem að hjá Kayle spilurum sem að builda tiny bit af cooldown reduction, þá er það alltaf uppi. Og af því að þú veist hvað endast það í 15 sekundur. Kíkum á það. Getur maður að sé það hér? Nei. Af hverju getur maður ekki séð það hér? Þetta er óþolandi, sko. Já, það er mjög kjánalegt, finnst mér. Það Mjög aðstæðanlegt. endist í 10 sekundur, kuldun að 16. Cooldown á 16. Já. Er það 10 sekundur all ranks? Já. Já. Ok, það make alveg sens. Og síðan þegar maður komið 40% kuldun reduction þá er kuldun á því 6 sekundur. Já, það er náttúrulega allt og lítið. Það er að bókstala alltaf uppi. Og líklegast af því þú ert með 40% cooldown reduction þá ertu með helling af mana regen, þannig að þú veist það er alltaf geðveikt frítt.
Night Hunter Rengar, Eitherwing Kale og Gladiator Draven á móti Hired Gun Russian, Commando Jarvan, Deep Terra Nei. Thresh og Demon Chase. Ég reiknaði vitlaust. Ef maður er með 40% cooldown reduction þá er 9,6 sekúnda cooldown á því. Þannig að maður getur verið alltaf. Ó, ég held að hérna, rank 5 væri 10 sekundur. Cooldownið minnkar ekki. Ó, cool. Þannig að bæði cooldowni minnka ekki og duration Duration. minkar ekki, eða þess að hækkar ekki. Nei. Já, ok. Já, það er með 9,6. Þannig að þú veist, þetta er eins og að vera með 27% cooldown reduction á Fiddle með drain á level 2 eða 3. Þá bara getur þú drainað endalaust. Já, já. You have a warrior's heart. I think I'll take it. Bjarki hræðir mig. Hann segist alltaf að taka hjarta mitt. Þú getur stólið hjartanu mín eins og vilt. Já, já. Ég missa einhverju. Rauðum þessum champions. Wow! Það raðist upp sjálfkrafa. Amazing! Já, það eru nokkur lið sem gera það. Nó, takk strákar. Engin skemmtileg level 1 plays. Ganski mögulega. Support kemur hérna auga á plasma. Og Bjarki veit núna af Support þarna líka. Ward þarna yfir. Skemmtilegt. Hvað eru þeir að spjalla? Úff. Tala um tjókað. Já. Stendur frekar framalega. Endalist bara að hlæja hvorum. Þetta er eitthvað fyndið. Þér halda að þetta sé eitthvað fyndið en þetta er alveg... Þetta er grafalvarlegt. Já, nákvæmlega. Ef að ME vinnur núna þá eru þeir komnir með garanterað spott á lanið. Já, ég myndi ekki segja Nei, það. ég myndi ekki segja garanterað. Það er einn leikjar á morgun. Já, reyndar. En ef að FNVAF vinnur þá er þeir fjórða liðið Já. í fjórðasæti með 15 stig. Þetta er búið að vera Þannig að- frekar svona þétt keppni um fjórðasæti. Já, 2 lið sem eru langefst og síðan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lið eiginlega Já, fjórða. við erum satt byrjar Blue Buff. Sé það svo allt og seldan maður. Sko, ef að Haukur Ingvi nær að skeila eitthvað á þessum dreifin, ef hann nær early game killunum sínum sem hann þarf, guð minn almáttur hvað hann á eftir að vera stór. Ákvæmlega. Alltaf er gaman að fylgjast með dreifunum þegar hann orðinn fett og bara hann er með og krittar upp á 7000 og alveg bara... Þú veist, leiðilegt samt hvað maður sér Ræs ekkert gífulega mikið. Þeir eru hins vegar á level 2 og Support var að reyna að pikka fight. Þeir dingluðu bara 2 nánast um leið og hann kastar húkinn. En já, með Ræs, Já, bara hann... Það eru bara svo margir champions sem eru orðnir svo góður í mótunum eins og Malphite, Gnar eru glágættur á mótunum líka. já. Þannig að... Þannig að ég spilaði Ræs kom mér upp í plattinum, sko. Ég mæli með því að ef ykkur langar að læra að spila Ræs, það er maður inn á YouTube sem heitir LMS. Takk fyrir að segja ekki að þín. Já, nei. Sem að er sérstætt bandarækjamaður sem er búinn að búa í Kóreu, í Suður Kóreu í einhver ár og var inn á hann var inn á einhverju gaming house SKT minni mig, ég man ekki nákvæmlega hvað það var. Þannig að hann frekar góðu liði og lærði þar á Ræs og er síðan að kenna fólki. Nei, vú. Finnir þið Towerinn. Plasma í vondum málum! Plassar Ignite brennur á honum en... Það er ekki nóg! Hílu hélt honum uppi! Healthballs eins og cookies! Oh my lord. Og hvað
Hvað hafa þær að segja við þessu? Úfur sé vittlust takki, eitthvað, ég veit ekki. Suicidal Watchdog í vandræðum í topplínunni. Flassar. Nei, 1 í viðbót hefði verið nóg. Það hefði þriðja stakking komið á. Suicidal Watchdog heppinn að lifa þetta af. Eða bara... Já, kannski ekki heppinn, ég myndi ekki orða það þannig. Eða fagmaður. Eða fagmaður. Haukur Yngvi hins vegar að sörta smá domina sérna í bottomleginu. Náttúrulega ef þú maxa Q á dreifin, það gefið þið svo fáránlega mikið auka taktdamage. Einmitt. Það er bara það... Ég held að segja ekkert ef þú maxar Q. Já. Bara að maxa Q gefið þér sjúklega mikið. Þannig. Svo setur Watchdog, kastar Reykjavik aðeins í burtu. Stóðþægilegt að hafa hann svona nála sér. Hamrar aðeins á hann. Hokkin yfir á Haugin, hvað? En ekki alveg að ná hann myndið Tower. Nei, það var aðeins svo langt frá. Towerinn sé nefnilega nær alveg... Það er mun óþægilegra að horfa á Towerinn sé frá blue side. Mér finnst mun auðveldara að vita Towerinn sé á blue tower heldur en red tower. First tier. Já. Bjarki hoppar hérna inn á minion til þess að reyna að komast að Suicidal Watchdog en það er ekki nóg. Heldur sér nógu vel í burtu til þess að ekki leipa ná maður. Plasma fer inn á Vúvú. Ignite kemur niður. Damage hérna frá þessu er gífalegur. Suicidal Watchdog í vandræðum og lendir í því að vera first blood-aði. Auðvingja kallinn. Það sem hann heiti flassinu á hann. Já. Mjög góð taktík hjá Bjarka, fara aftur í toppleinið þar sem hann er flasslaus. Já, þeir vita af því. Já. Hoppar þarna inn með tvo stakka á Ferocious, þannig að hann nær að heala. Basic attack ekki okkur narr. Ég veit það, hann er að skalla turninn, hann er reiður. Svo indíslegt að svona lítill krúttlur hamstur og skalla bara turna. Já, hann er nú ekkert rosalega lítill og grúttlegur þegar hann er hann uppi. Suicidal Watchdog eitthvað aðeins að reyna að ná Nýkominn á leinið var með 50% líf. 60. Já, 60%. Er Út á pott. samt. En við sjáum þrjú litla daggers hjá honum Gnar. Longsword. Daggers. Heyrðu, Haukur Yngvi með Sword of the Occult. Það er nú eitthvað sem maður sér sjaldan í competitive play. Það kaupir sér það